Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Mér langaði aðeins að segja nokkur orð í tilefni af þessum tímum sem við erum að fara í gegnum, eða dögum sem við erum að fara í gegnum núna, vegna þess að þeir eru mjög merkilegir og orkan er mjög mikil akkurat og breytingaorka mikil akkurat á þessum dögum. Núna í dag, 19. desember, þá er 3 I-atlas næst jörðu og í rauninni er hann þannig staðsettur í himinhvolfinu. 3 I-atlas myndi vera hér, sólin er hér, þannig hann er beint á móti sólinni og á milli sólar og 3 I-atlas eru fyrst Venus og svo jörðin. Þannig margir tala að við séum að kveikja í rauninni í kærleiksvitundinni í okkur með þessari orku, eða þar sé það verið að ræsa hana, virkja í okkur kóða sem að hafa verið hálfsofandi til þess að við lærum að hugsa meira með hjartanu og vinna út frá hjartanu. Og það sem að þið geti gert er meðal annars að stunda hjartaöndun, sérstaklega ef þið eruð undir miklu álagi, taka 1 til 3 mínútur yfir daginn og anda inn í gegnum, eins og þið sé anda í gegnum hjartað, anda inn og síðan út munnin og þið andið inn á 4, bíðið augnablik og síðan andið út á 8. Það hægir á öllu hjá okkur þegar við gerum þetta, sem gerir það verkum að við róum taugakerfið okkar og við tengjum okkur betur, það verður tenging á milli heila og hjarta, en hjarta sendir 40.000 fleiri boð til heilans heldur en heilin til hjartans. Þannig í rauninni er hjartað hinn heilin okkar eða kannski er hann aðalheilin. Ég hneiðist að þeirri hugsun að hann sé það. En það er ekki bara 3 I-atlas sem er svona nálægt jörðu akkurat núna, heldur erum við líka með nýtt tungl á morgun. Það sé rétt eftir miðnætti á íslensku tíma, mig minnir að það sé 2:23 eða eitthvað þess aftar. Þannig að við erum að fara inn í nýja tíma. Þetta er nýtt tungl í Bómanni og Bómaðurinn, hann vill að við virkjum stærra sjónarhorn og hann hvetur okkur til að velja sannleikann. Og það er okkar sannleikur sem þarna er að ræða, það er ekki neins annars. Þannig að við séum sönn og samkvæm okkur sjálfum og við gætum vel að því hvað við veljum. Hvernig við veljum og hvað við veljum, bæði í hegðun okkar og framkomu og í sambandi við sannleikann og heilindi okkar. Þannig að það skiptir miklu máli að velja vel í framtíðinni og það er líka af því að það er nýtt tungl, þá er svo gott að setja sér markmið og þegar má segja eiginlega að þetta nýja tungl það marki 19. með 3 I-atlas, nýja tunglið 20. og svo vetrarsólstöður 21. Þetta markar eiginlega upphafið að nýja ári þótt áramótin samkvæmt dagatalinu okkar séu eftir hennar rúma viku, að þá er þetta í rauninu upphafið að nýja árinu. Svo það er rosa gott að nýta þennan tíma, það 19. til þess að skrifa niður allt það gamla karma, það er að segja svona kynslóðakarma, sem að við vitum að við höfum borið í okkur, erðir frá mömmu og pappa og afa og ömmu og langömmu og langafa, alls konar hegðunarmunstur og annað þess aftar sem hefur fylgt okkur niður í gegnum tíðina, sem hefur gert það að verkum að við höfum í rauninni verið að fylgja einhverju gömlu forriti sem er orðið úrelt og við getum losað okkur við það og það er mjög gott að skrifa það bara niður á blað og hreinlega að brenna blaðið. Þannig við séum með, hreinan skjöld þegar við leggjum af stað inn í nýja tunglið og þá að setjast niður og skrifa sér markmið. Markmiðin eru yfirleitt til 6 mánaða þegar við erum að gera svona á nýju tungli, því það tekur ákveðin fæðingatíma og svo ferlið til þess að markmiðin rætist og í Bómanninum
þá bara gott að hafa þau ekki mjög mörg. Það kannski 3 svona toppurinn vegna þess að bómaðurinn hann búinn að missa þolinmæðina ef hann á að vera með miklu fleiri markmið í einu og þess vegna svo gott að í rauninni létta aðeins á okkur og setja ekki á mikla pressu, heldur bara að við treystum því að heilindin og sannleikurinn, bómaðurinn svo einlægur og hann vill halda áfram að vera það og hann að leita að sannleikanum fyrir sjálfan sig og hann tilbúinn til þess að nýta sér frelsi sitt til þess að lifa í samræmi við innri sannfæringu og bómaðurinn elskar ferðalög, hann elskar hreyfingu, hann elskar í rauninni frelsi, þannig að það er svo gott að setja sér markmið sem í rauninni hjálpa okkur að auka frelsið í eigin lífi en jafnframt að fylgja hjartanu hvert sem það sem við viljum fara og svo náttúrulega eru vetrarsólstöðunar þann 20. og 1. og þær náttúrulega, þær marka það sem ég vil segja upphaf ljóssins aftur í líf okkar af því að það fer að birta og ég vænti þess að flestir séu eins og ég elska þegar að fer að lengja daginn og koma meiri birta til okkar. Jafnvel þó veturinn getur verið huggulegur og kósí að vera heima og lesa og eitthvað þess aftar, þá bara birtan sem fylgir sumrinu og vori, hausti og sumri alltaf svo dásamleg. Og þetta náttúrulega mjög merkileg tímamót vegna þess að þetta kannski ekki bara hið ytra ljós sem að kvikna, heldur líka út af þessari öflugu samstöðu þessara pláneta að þá hið innra ljós að verða sterkara í okkur og við að geta lýst því til annar sem í kringum okkur. Það skiptir líka mjög miklu máli. Þannig að þetta eru magnþrungir dagar með mikilli orku. Þessi orka getur haft alls konar líkamleg áhrif á okkur. Við getum sofið verr, við getum fundið fyrir verkjum í líkamanum, við getum verið með són í eyra eða hvaða annað í rauninni svona líkamlegt sem og hugsanlega geta einhverja gamla tilfinningar komið upp á yfirborði hjá okkur sem bara mjög gott þá að leyfa flæða í gegn eins og við séum bara árfarvegur eða eitthvað þess háttar en festast ekki í þeim og ekki byrja að rifja þær upp að því að til þess að í rauninni lendi ekki aftur inn í tilfinningamálunum sem að fylgdi þessum gömlu minningum. Þetta bara að leyfa þeim þetta er búið. Og það er svo merkilegt að það eru margir sem eru að pæla mikið í fyrir lífum núna, en ég segi alltaf á þessu æviskeiði ég búin að eiga mörg líf og ég gerir ráð fyrir að þið séu líka búin að gera það. Þannig að við erum alltaf að fara í gegnum eitthvað nýtt í ævi okkar og æviskeiði og þess vegna erum við alltaf að bæta við okkur og þess vegna eigum við orðið mörg fyrir líf þegar við horfum yfir farin veg. En það sem ég langar líka til að gera að segja frá því að í þessari nýju orku sem að koma núna, sem að svo mikið öðruvísi heldur en svo orka sem við höfum verið að vinna í hingað til, þá þurfum við að beita nýjum aðferðum í lífi okkar og það sem ég að bjóða upp á núna námskeið í svona markmiðasetningu sem að hefst núna 5. janúar og ég með sérstakann jólaafslátt til 20. og 7. desember. Þannig að ef þú ert ekki búin að kaupa þér jólagjöf til þín eða til einhver sem að þig langar til virkilega að gleðja með því að gefa styrkjandi gjöf, þá hægt að fara inn á vefsíðuna mína guðrúnbergmann.is og þar á forsíðunni hlekkur inn á námskeiðsíðuna en ég kalla hana settu markið hærra og þar sem við erum í rauninni að vinna í því að fara upp á næsta stig í tíðninni. Breyta vinnuaðferðum, breyta því hvernig við hugsum með líf okkar, losa okkur við gömul vanamynstur og temja okkur ný til þess að okkur gangi betur í þeirri framtíð eða þeirri nútíð getum við sagt líka bara okkar daglega degi sem að taka við núna. Vegna þess að svo erum við líka að horfa til þess að á næsta ári að þá verða mjög miklar breytingar. Við erum svona rétt að byrja að fara í fyrstu breytingarnar
en það verða mjög mikla breytingar í út frá stjörnuspekinni, en ég ætla að fjalla það í öðrum þætti. En kíkið endilega inn á guðrúnbergmann.is, lestu námskeiðið sem ég er með og fjárfesti sjálfið þér eða sjálfin þér með því að vera með, því þetta er svona umbreytingarpunktur sem að hjálpar þér að taka næstu ár fastari tökum, af því þú lærir ákveðin grunn sem þú getur síðan alltaf unnið með aftur og aftur. Og með það vil ég bara segja, eigðu gleðilega jólahátíð. Takk.